Kjötvinnslufyrirtækið Norðlenska festi nýlega kaup á fasteignum útgerðarfélagsins Vísis á Húsavík sem að flytja alla sína starfsemi til Grindavíkur. Samtals þetta 5.000 fermetrar. Hvað ætlið þið eiginlega með þetta húsnæði? Við vorum aðalega að kaupa okkur frystipláss. Við höfum verið í vandræðum með frystipláss. Okkur hefur vantað frystipláss fyrir svona 500 til 800 tonn af kjöti, aðalega dilkakjöti. Við keyptum að þessum sömu aðilum fyrir 2 árum síðan, hús á Húsavík, 2000 fermetra með dálítið stórum frysti. Þarna fáum við mun stærri frysti og bara sparnaðurinn sem felst í því að geta keyrt þetta í eigin frysti í staðinn fyrir að þurfa að keyra út á Siglufjörð eða nágranna samfélögin hér, hann talinn í milljónatugum. Þið hafið sem sagt hingað til bara verið að leigja frystipláss? Já, þegar stofnað var til samruna Norðlenska og Kjöttíðu K.Þ. á Húsavík, þá var takmarkað frystipláss á báðum stöðum. Við höfum vaxið í raun og stækkað, þannig að við erum í enn meiri frystiplássvanda heldur en við vorum þegar við byrjuðum og þarna komum tækifæri, en leið eignuðumst við húsnæði og við eigum núna einhverja 4.000 fermetra húsnæði sem við hugsum okkur að nota auðvitað og ég held á morgun eða hinn, þá munum við væntanlega skrifa undir leigusamning og leigja frá okkur hluta af þessu húsnæði undir gistingu. Já, þetta sem sagt mjög fjölbreytt húsnæði sem fylgdu með í kaupunum á þessu frystiplássi sem þið voru náttúrulega aðalega að sækjast eftir. Þetta húsnæði sem hefur verið nýtt sem gistiheimili, geymslur, vinnslusalur og skrifstofur. Já, við erum í raun að taka við þarna bara fullkomin í matvælavinnslu. Þannig að það alveg ljóst að við getum farið með eitthvað okkar framleiðslu þarna inn. Við vitum að við þurfum að létta húsin okkar upp á Húsavík. Við erum í plássstörf á Akureyri líka hér. Þannig að það alveg ljóst að við munum skoða þau tækifæri sem felast í þessu að hagræða í okkar vinnslu og búa til meira rými því að í dag stöðug krafa meira matvælaöryggi. Allir ferlar þurfa að vera alveg skotheldir, það má ekki vera svokölluð krossmengunarhætta þar sem við megum ekki vera að blanda saman hráu og soðnu og þetta allt krefst stærra húsnæðis og þarna eigum við húsnæði, hér á Akureyri erum við í leiguhúsnæði hins vegar. Ertu að segja að hugsanlega verði jafnvel bara öll ykkar starfsemi flutt til Húsavíkur? Nei, ég held að það verði seint, en auðvitað munum við að horfa á tækifæri í því að fara með ákveðna hluta vinnslunnar inn í þetta húsnæði. Af þessum 5.000 fermetrar sem við keyptum svona 2.000 fermetrar, 2.500 fermetrar svona sérhæft vinnsluhús. Það helmingurinn af þessu sem við gætum farið með vinnslu inn í. En það myndi aldrei rýma alla okkar vinnslu, það alveg ljóst. En nú mistu margir vinnuna á Húsavík með þessum flutningi Vísis til Grindavíkur. Getið þið boðið þessu fólki einhverja vinnu? Í dag við getum boðið þeim svona tímabundna vinnu eins og við sláturtíð sem hefst í haust og annað slíkt. Við höfum hins vegar sagt við þetta fólk að það mun sitja fyrir losni vinna en það nú ekki þannig að við eigum bara laus störf alveg eftir pöntunum. En ef við förum í breytingar eða uppbyggingu frekar, okkur langar að fara í meiri úrvinnslu á því kjöti sem við erum að slátra eða því kjöti sem tilfellur við slátrun. Við erum ekki að vinna það allt saman, við seljum líka frá okkur í bara hlutum eða jafnvel skrokkum og meiri úrvinnsla krefst þess að við fáum fleira fólk. En í hvaða ástandi eru þessar eignir? Þurfum við að fara út í miklar framkvæmdir? Vinnsluhlutin eða það bil 2.500 fermetrar í mjög góðu standi. Það þarna gistiheimili sem í mjög góðu standi og skrifstofahæð en það eru svona einhverjir 1.500 fermetrar af þessu húsnæði sem í lakara ástandi en það nýtist okkur líka því að við svona starfsemi eins og við erum í þá alltaf mikil þörf fyrir geymslu því að við erum í svona árstíðabundinni vinnslu og þú þarft að geyma á milli árstíða þann búnað sem tilheyrir hverri vinnslu en það ekki svona, ég segi 1.500 fermetrar af þessu ekki svona alveg vinnsluhúsnæði. Við munum nú ekki held ég fara í mikla breytingar svona til að byrja með, við munum frekar reyna að nýta það hús sem klárt undir matvælavinnsluna. Ég heyri það eru spennandi möguleikar þarna á Húsavík. En aðrar fréttir af fyrirtækinu, þið voru að fá gullmerki jafnlaunaúttektar PVC, það nú gleðilega fréttir líka? Já, við vorum mjög ánægð með það, þetta búið langt ferli að vinna þessu.
Það er alveg ljóst að við teljum að hafa verið launahalli. Við höfum gert í því, starfsmannastjórar Norðlenska hafa unnið ötulum höndum að því að jafna kerfið og við úttekt PwC þá kom það í ljós að munurinn var mjög lítill, óskýranlegur munur á launum milli kvenna og karla og við erum bara mjög ánægð með það og við viljum halda áfram á þeirri braut. Við sjáum ekki mun á þessum starfsmönnum.